fyrir, komið þið sæl öll sömul. Ég ætla að ræða við ykkur birtingarmyndir kynjakerfisins með tengingu við kirkjuna eða kristna trú. Svo ætla ég að tala líka femínískar byltingar, þessar síðustu sem við köllum MeToo. Ég enda á því og svo ætla ég aðeins að snerta á því hvernig þessar byltingar hafa breytt stöðu kvenna og almennu viðhorfi til kvenna jafnvel. Það náttúrulega þegar maður tekur sér svona stóran hlut fyrir hendur eins og ég nú dálítið gjörn að gera, þá það er ekki tími til þess að gera þessu tæmandi skil á hálftíma. Þannig að ég ætla að mála hérna mynd með mjög grófum penslum, skauta vítt og breitt yfir veraldarsöguna og þó að þið séu nú fólk orðsins og orð eru til alls fyrst þá segja myndir stundum meira en mörg orð, þannig að þið fáið svolítið af þeim. Ég kem inn á hugmyndafræðilega strauma og stefnur og svo framvegis, en fyrst ætla ég nú að byrja á því að kynna fyrir ykkur þetta hugtak kynjakerfi. Þekkið þið það? Flestir þekkja nú betur feðraveldið. Það er svona hefð fyrir því, löng hefð, og þessi hefð á nú meðal annars rætur í kirkjunni að kalla kynjaða formgerð samfélaga feðraveldið, og þetta er náttúrulega vísun í Guð föður. Þetta hugtak, það felur í sér forræði karla. Það felur í sér vald karla sem er ýmist komið frá Guði, frá kirkjunni, frá ríkinu. Við erum að tala Guð föður almáttugan, við erum að tala landsfeðurna, við erum að tala feður fjölskyldna. Þetta hugtak felur líka í sér lítil eða engin völd kvenna og þess vegna er það mér ekki kærkomið þetta hugtak. Ég kýs að nota kynjakerfið sem er á næstu glæru. Og það felur í sér þátttöku beggja kynja í þessu kerfi sem liggur til grundvallar öllum samfélögum. Ég byggi þetta hugtak á tengslum við kenningar franska heimspekingsins Michel Foucault. Þekkið þið hann? Hann er í miklu uppáhaldi hjá mér, hann Foucault. Hann gerði ýmislegt sem mér finnst gott. Hann talaði að á 18. öld iðnbyltingarinnar, upplýsingarinnar og fæðingar lýðræðis í heiminum, þá hefði valdið breyst. Það kæmi ekki lengur að ofan frá Guði eða kirkjunni eða ríkinu, heldur væri það dreift á meðal manna og við, fólkið í samfélagunum, konurnar og karlarnir, sköpuðum og við héldum þessum valdatengslum frá degi til dags með því hvað við gerðum og segðum og hvernig við höguðum okkur. Í þessu felst það að þó að karlar séu ennþá yfirskipaðir í öllum þeim samfélögum sem við þekkjum, að þá eru konur alls ekki valdalausar. Í þessu hugtaki og þessum skilningi á orðinu kynjakerfi sem liggur til grundvallar samfélögunum eins og við þekkjum þau, þar er tækifæri fyrir konur til þess að valdefla sjálfa sig, taka sér valdið. Foucault talaði mikið það að þekking væri undirstaða valdsins og hann talaði það að þekking sem hann beintengdi náttúrulega akademíunni en líka kirkjunni væri grundvallartæki og tól til þess að halda völdum og þekkingarsköpunin og miðlun þekkingar væru til grundvallar við að halda völdum og búa til völd. Femínistar tóku Foucault skrefinu lengra þarna og bentu eins og femínistar gera gjarnan, benda á hið augljósa. Þær sögðu, já en sjáðu, þekkingin hefur ekki bara orðið til í akademíunni og kirkjunni þar sem völdin eru í samfélaginu, þekkingin hefur orðið til og er miðlað af körlum í akademíunni og kirkjunni. Og karlar sem búa yfir þekkingunni og skapana og varðveitana hafa líka haldið henni frá fólkinu, konunum og öðrum þegnum samfélagana. Femínistar taka líka kenningar Foucault lengra og segja, já, völdin eru ekki bara lengur dreifð,
þau eru líka kynjuð. Því að í öllu sem við gerum og tökum okkur fyrir hendur kynjuð vídd, segja feministar, og eru svona vinsælir fyrir það. Ef við höldum áfram í annað hugtak sem líka úr smiðju Foucault, ögun. Foucault sagði samfélagsögunin á sér stað á 2 levelum. Það annars vegar ögunin sem kemur að ofan eða frá ríkisvaldinu í gegnum stofnanir, lögin, allt þetta sem við þekkjum, orðið, og svo eigin ögun. Og það svo ögun sem að við beitum okkur sjálf. Þegar við beigjum okkur undir lögin, þegar við hlýðum reglunum, förum eftir því sem okkur ætlað að fara eftir og svo framvegis. Og aftur segja feministar, þetta hefur líka kynjaða vídd. Samfélagsstofnanirnar og lögin eru skrifuð af körlum fyrir karla og hvað gerum við konur annað en að beygja okkur undir lögin og vald karla þar með í leiðinni. Og við erum aftur og ennþá ekki bara að tala lagaskilningin, lagabókstafinn eða orðið, við erum líka að tala hegðun og hegðunarmynstur og þetta ætla ég allt saman að tengja við femínískar byltingar. Ef við höldum við erum farnar að tala svo vel saman, ég og fjarstýrandinn minn. Ef við förum aðeins í þennan dúalisma sem að ríkir allstaðar í þessu samfélagi, dúalisman sem að kynjakerfið byggir á, þá getum við skoðið kristilegar kynjaímyndir. Það nú ekki auðvelt að finna mynd af Guði eins og við þekkjum öll, þannig að ég ákvað að sýna ykkur mynd af Synans. Þannig að við erum hér annars vegar með frelsara mannkyns, ekki föður mannkyns eins og feðraveldið myndi segja eða vilja benda á, heldur frelsara mannkyns sem er ímynd Karlsins í þessu samhengi og svo móðurina, Guðsmóðurina Maríu Mey. Og Guðsmóðurin María ekki bara kölluð María, heldur líka María Mey til þess að vísa í eða undirstrika hreinleika móðurhlutverksins, það ekki? Og þetta svona ákveðið þrástef sem hefur haldist í hendur við móðurhlutverkið í gegnum aldirnar. Við mæður njótum ákveðnar friðhelgi og hún ekki úr lausu lofti gripin. Ef við höldum aðeins áfram þá sjáum við sama stefið upp á Íslandi einhverjum árþúsundum síðar í sjálfstæðisbaráttunni. Hér höfum við landsföðurinn Jón sem við þekkjum öll og til hliðar við hann situr nafnlaus kona og það nú dálítið oft þannig ef við skautum yfir mannkynssöguna að konurnar, mæðurnar sem að framleiða þjóðirnar sjáu þið til, þær dálítið nafnlausar. Og meðan að karlarnir njóta nafns, virðingar og eru ritaðir í sögubækurnar. Landsfaðir okkar, faðir sjálfstæðisbaráttunnar, var ásamt fleiri mönnum, körlum í broddi fylkingar að berjast fyrir sjálfstæði þjóðar á meðan konurnar. Þeirra hlutverk var að gæta að vöggum lýðræðisins. Og það svolítið undarlegt ef maður hugsar út í það þessum tíma seinna að þeirra hlutverki skyldi ekki vera gert hærra undir höfði því án þeirra hefði aldrei verið nein þjóð að berjast fyrir. Þessar ímyndir og þetta stef sem við sáum kannski úr kirkjunni eða trúnni áðan, ef við getum haldið áfram eina glæru, þetta sjáum við líka endurspeglast í stjórnum landa. Hér höfum við gamla mynd af ríkisvaldinu á Íslandi frá 1974 til 78 og ég valdi hana af því að hún falleg í svart-hvítu. Þarna Geir Hallgrímsson, forsætisráðherra, en í þessari mynd trúarlegt stef þar sem að forsætisráðherrann situr á hægri hönd landföðursins þáverandi, það ekki? Nú á þessari mynd náttúrulega sjáum við aftur hið augljósa og það að þetta eru allt karlar. Meira að segja ritarinn í þá tíð var karl, það nú breytt í dag og það tók okkur langan tíma að ná konum á þing og í fyrsta skipti þar sem við höfðum kynjajafna ríkisstjórn var árið 2009. Það var nú mjög stutt, ég held að það hafi verið í alveg heilt ár, það var ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur 2009.
Þá voru liðin 64 ár frá stofnun lýðveldisins og 35 ár frá ríkisstjórn Geirs Hallgrímssonar. Þá segja nú margir að góðir hlutir gerist hægt, en stundum gerast þeir hratt. Ef við höldum aðeins áfram með tvendarparið í kynjakerfinu, kirkjunni, samfélaginu öllu eins og það leggur sig, ekki bara byggt á körlum annars vegar og konum hins vegar sem stillt upp sem andstæðum, og þó erum við öll af sama berginu brotin. Innan kvenleika hugmynda ákveðin dúalismi líka sem endurspeglast í þessum tveimur myndum. Seinni tíma listamenn hafa skemmt sér við það að mála myndir af Maríu mey, Guðs móður annars vegar, og Maríu Magdalenu hins vegar, sem mjög ólíkum kvenpersónum. Þeir sem að þekkja til biblíufræði vita náttúrulega að það ekki alls kostar farið rétt með söguna, og ég líka bara að presentera fyrir ykkur ákveðnar ímyndir. Konum hefur gjarnan verið skipt upp í tvo hópa, það dygðuga konan og svo hinn bersynduga. Á okkar árum fyrr á Íslandi að þá birtust bara þessar konur mjög sterkt á ástandsárunum. Ástandsárin eru eina tímabilið í Íslandssögunni sem eru kennd eftir konum, vissu þið það? Tímabilið sem kennt við skömm og föllnu konuna eina tímabilið í Íslandssögunni sem kennt við konur. Og hér sjáum við sama stefið aftur, þarna eru dygðugar og frómar og þjóðræknar konur á peysufötum annars vegar, og svo fallna konan að stíga dans við hermenn í einhverjum bragga. Það tímabil samt sem áður í fyrsta skipti í sögunni þar sem hópur kvenna á Íslandi kom saman og raunverulega breytti einhverju. Og þær gerðu það þannig að þær neituðu að beygja sig undir ögunarvald samfélagsins og kallana. Þær sögðu einfaldlega: ég geri það samt. Við förum samt á ball, við förum samt á dönsum við útlenda karlmenn, þó að íslensku karlunum líki það ekki mikið, og þær breyttu virkilega miklu þessar konur. Og þannig breytast hlutirnir stundum hratt. Stærstu breytingar á stöðu kvenna hafa alltaf verið afrakstur samstöðu og oftast femínískrar samstöðu. Hérna ég með mynd af guðmóður femínismans, Marie Wollstonecraft, fyrri bylgja femínismans svokölluð, kvenréttinda tímabili þegar konur voru að berjast fyrir kosningarétti og þátttökurétti í samfélaginu, dálítið kenndur oft við hana. Hún var heimspekingur og rithöfundur og afskaplega merk kona. Og konur börðust fyrir formlegum og lagalegum rétti, og þessi barátta var nú ekki alltaf vinsæl, og þó okkur finnist sjálfsagt í dag að mega fara á 4 ára fresti eða ársfresti að kjósa, þá var það ekki alltaf sjálfstætt. Við hliðina á Mary Emmeline Pankhurst sem var mikil kvenréttindakona bresk, og hér sést hún handtekin í maí 1914 fyrir það að hafa ætlað að koma beiðni áleiðis til konungs. Ég held að hann heiti Georg V sem satt þá í Buckingham höll. Og konur voru beittar alls konar ofbeldi á þessum árum fyrir það að vilja að taka þátt og ákveða sitt samfélag til jafns við karlana. Og karlar, þeir fáu karlar á þessum árum, og sem betur fer fleiri í dag, skiptu sköpum fyrir þessa hreyfingu og baráttu og byltingar feminista. Hérna John Stuart Mill sem einmitt frá þeim tíma sem að Foucault rakti til dreifingu valdsins. Hann skrifaði merkar bækur frelsi og kúgun kvenna. Við hliðina á honum séra Ólafur Ólafsson fríkirkjuprestur sem einn sá
manna í íslenskri sögu sem að stóð þétt við bakið á konum og barðist fyrir þeirra rétti með þeim. Annar Hannes Hafstein. Fólk vill meina að það hafi nú verið af því að hann átti svo marga dætur að hann hefði viljað sjá farborgið í framtíðinni. Hver svo sem ástæðan að þá það þannig að í þeim byltingum sem að konur standa fyrir að þá samstaða karla gjörsamlega ómetanleg. Og ég líki því oft saman við þegar svartir voru að berjast fyrir sínum mannréttindum, að það var ekki fyrir en að hvítir blönduðu sér í hópinn og stóðu með þeim að það fór virkilega eitthvað að gerast. Og svo mikið þurfum við á körlum að halda konur í okkar baráttu. Síðan ætla ég að fara yfir í aðra bylgju feminismans, svo kallaða, og sú barátta átti sér stað á 7. og 8. áratugnum. Á Íslandi fóru rauðsokkur í fararbroddi fyrir þessari byltingu. Hér voru konur ekki bara að krefjast aukins réttar og lagalegs réttar, heldur líka að berjast fyrir eigin kynfrelsi. Þær vildu fá að ráða því sjálfar hvað yrði gert með þeirra eigin líkama. Þetta þótti ekki vinsælt á þessum árum þó að okkur í dag finnist nokkuð sjálfsagt að fá að taka pilluna eða fara í fóstureyðingu þegar getnaður ekki velkominn. Á þessari mynd eru rauðsokkurnar 1. maí 1970 að marsera niður Laugaveginn með lýsiströtu í fanginu. Það var verið að setja lýsiströtu upp í Þjóðleikhúsinu á þessum árum og yfir hana þveraði strengdur borði með áletruninni manneskja ekki markaðsvara. Munið eftir þessu. Og ég held að þær hafi ekki órað fyrir hvað þær hittu naglann á höfuðið með þessu slagorði manneskja ekki markaðsvara þegar þær voru að krefjast kynfrelsis, sem ég kem nánar inn á það rétt og eftir. En í kjölfarið á þessari miklu hreyfingu urðu undur og stórmerki. Vigdís Finnbogadóttir var fyrst kvenna á Íslandi og í heiminum kjörin forseti. Það var ekki heldur vinsælt framtak, þessi bylting. Munið það, þegar fólk flykktist í fjölmiðla og talaði það bara hvað hún vildi upp á dekk. Hún átti ekki eiginmann, hún var einstæð móðir. Og svo fór þetta nú í hámæli þegar einhver benti á það að hún hefði bara eitt brjóst, konan. Og við munum öll hverju hún svaraði, hún ætlaði ekki að hafa þessu þjóða brjóstinu. Það fór í fjölmiðla, já. Það sem ég að reyna að segja ykkur með þessu að framtak kvenna og barátta þeirra til þess að fá réttindi og standa jafnfætis körlum í samfélaginu hefur bara aldrei verið vinsæl. Bara aldrei. Alltaf þegar konur standa upp og krefjast réttar síns, þá það óvinsælt. Og það alltaf reynt að skjóta það niður og það alltaf einhverjir sem að láta niður huguleg orð falla. En hérna sjáum við Vigdísi, ég er alltaf með hana í bláa kjólnum. Og þetta örugglega ljótasti kjólinn sem hún átti svo mikið að fara. En það ekki þess vegna, heldur bara af því að mér finnst hann lýsa tíðarandanum, tískunni. Munið eftir þessari tísku þegar konur voru með svo mikla herðapúða þurfti að skáskjóta sér í gegnum hurðir. Innsetningar aðtapnar kjólinn var líka blá. Já, ég fann hann ekki í lit. Blágræn. Já, en bláminn líka bara ákveðið þema í þessu samhengi. Á innsetningarmyndinni að þá þarna bara allt karlaveldið í kringum hana. Það Gunnar og Kristján Eldjárn, fráfarandi forseti, Sigurbjörn Einarsson, biskup. Bakvið Gunnar lögreglustjórinn, þáverandi sem ég man ekki hvað heitir. Og eina konan sem með henni, önnur en Vigdís, fráfarandi forsetafrú sem að gegndi öllu hefðbundnara hlutverki. Að vera eiginkona forseta og móðir barnanna hans eins og konur áttu dálítið að vera. Eftir þessar miklu breytingar, eftir þessi heljarstökk í átt að jafnrétti,
þá skýrbuðust pólitísk og efnahagsleg veður í lofti. Við munum öll sem hérna inni sitjum eftir falli Berlínarmúrsins sem svona táknrænt upphaf endaloka kalda stríðsins. Ég þarf alltaf að tala þetta allt öðruvísi við nemendur mína sem voru yfirleitt ekki fædd á þessum árum. En ég var actually á staðnum þegar þetta gerðist í Berlín. Það var svona aðeins öðruvísi nálgun á þetta. Það sem að gerist að ríkissósíalisminn tapaði að minnsta kosti efnahagslega. Fólk reynir nú ennþá á hvort hann hafi tapað hugmyndafræðilega. Kapitalisminn allavega vann, hann var ofan á og það sem að gerist að þeir fara félagar, ríkan og einhverjir með honum og nema lönd í austrinu. Og í hönd fer tímabil gríðarlegar markaðsvæðingar. Markaðsvæðingar sem við sjáum ekki fyrir endan á og hefur nú ekki alltaf haft góð áhrif á íslenskt samfélag. Svo sem að tala undan mér myndist hérna á hrunið. Í markaðssamfélaginu var hver krókur og kimi einmitt settur á markað. Það var allt til sölu. Og allt undir formerkjum frelsis á markaði. Og hvað var ekki til sölu nema einmitt konur, kynferðislegt aðgengi að konum, kynverund kvenna sem að þær höfðu barist fyrir að fá umráð yfir og hafa stjórn á og töluðu með kynfrelsi, það var bara einfaldlega sett á markað. Konur voru til sýnis og til sölu. Takk fyrir. Hérna höfum við Spice Girls frá 1994 og ég valdi þær nú og þær eru þarna hálfberar í kalda stríðinu hefðu nú konur myndir af konum í þessum búningi verið selta bara undir borð í sjoppum en þetta var allstaðar og út allt og í beinu framhaldi að þá tekur móðurímyndin algjörum stakkaskiptum. Móðurímyndin sem hafði alltaf verið helguð, einhver friðhelgi, einhver dyggð, allt í einu hún komin líka á markað. Það var allt í sölu. Og við sjáum þarna Victoria Beckham, mikinn tískufrömmuð, einhverjum árum eftir hún hættir í Spice Girls og gerist eiginkona og móðir, allt eftir svona dálítið íhaldssamari fyrirmyndum. En hún heldur sexapílinu eins og lög gera ráð fyrir á markaði. Og í íslensku samfélagi, ef við rifjum upp birtingarmyndi kynjakerfisins á dögum Jóns forseta, að þá sjáum við einmitt markaðsvæddari birtingarmynd kynjakerfisins í markaðssamfélaginu Íslandi. Hér sjáum við Grím Sæmundsson, forstjóra Bláa lónsins, ferðaþjónustan og markaðurinn nú dálítið í höndum karla ennþá þótt þeir hafi sett landið á hausinn á sínum tíma. Allir búin að jafna sig á því. Við hliðina á honum kvenímyndin, hún ennþá nafnlaus, ef einhver skyldi ekki hafa tekið eftir því. Fegurðin kemur að innan, segja þeir, í Bláa lóninu. Ég horfði fyrst á þessa mynd og sagði, bíddu, ef hún kemur að innan, af hverju er konan þá með þessi ósköp framan í sér? Og svo fattaði ég það að fegurðin kemur náttúrulega úr iðrum náttúrunnar. Og konan og náttúran eru jú eitt, það ekki? Við höfum verið eitt með náttúrunni á meðan menningin hefur dálítið haldist karlana. Þannig að þetta allt saman voða lógískt. En það ekkert nýtt að selja Ísland með berum konum. Í kringum árið 2000 þá stóðu flugleiðir í mikilli markaðsherferð í útlöndum og seldu Dirty Weekends á Íslandi. Það sem í raun átt sér stað, það var sem sagt áframhaldandi markaðssetning á kynferðislegu aðgengi að íslenskum konum. Fleiri myndir í þessum dúr sem ég fann ekki og þakkaði eiginlega dálítið fyrir það að finna þær í gifuna þessi bara horfnar einhvers staðar í abysið. Það var One Night Stand og Free Dip in Every Trip og svo framvegis. Í stuttumáli þá voru allar þessar auglýsingar kærðar og í ennþá styttra máli þá var þeim öllum vísað frá. Ástæðan var svo að þessi auglýsingaherferð var ekki ætluð íslenskum körlum, heldur útlöndum.
og það bara mátti. Þetta var svona bara, það var verið að búa til annað ástand. Það var bara þannig. Og konur, sérstaklega konur, ungar konur sem unnu í þjónustustörfum á þessum árum, þær kvörtuðu gríðarlega. Og þarna fer, vil ég meina af stað undanfari MeToo hreyfingarinnar. Þarna sjáum við svolítið byrjunina á því sem að koma skildi dálítið löngu seinna. Það er náttúrulega ekkert nýtt að það hafi, kynferðisleg áreitni er ekkert nútíma fyrirbrigði, bara svo ég bendi aftur á þau augljósa, ég er ekki að segja það. Hún hefur alltaf verið til, kynferðislegt ofbeldi, áreiti, alltaf verið til. En þetta tók á sig nýja og samþykkari mynd og þótti bara svolítið í lagi. Og í þeim, í því umróti sem að fór að staða, þá fóru allir þessi hugtök, skilgreiningarnar á því hvað þetta þýddi, þetta fór allt svolítið á flot, en það helst þetta allt í hendur, kynferðisleg áreitni, kynbundið áreiti, kynferðislegt ofbeldi. Það eru mjög óljós mörk þarna á milli, en það er mjög mikilvægt, tel ég, að halda öllum skilgreiningum til haga. Þessa skilgreiningu fékk ég nú bara hjá sjálfum mér úr háskólanum. Þar kemur fram að með hugtakinu kynferðislega áreitni átt við hvers kyns kynferðislega hegðun sem í óþökk þess sem fyrir henni verður, sem mjög mikilvægt. Af því að þegar við erum að tala þetta nú ekki neitt og hitt nú ekki, það er oft verið að gera lítið úr upplifunum og sögum kvenna, að þá er þannig, þumalputtareglan svo að þolandinn fer með skilgreiningavaldið. Það er bara þannig. Kynferðisleg áreitni hefur ýmsar birtingarmyndir. Sem dæmi er hún orðbundin og það er náttúrulega það form felur í sér vinsælasta vinsælustu, yfirhylminguna, það er djókið Ef eitthvað óviðeigandi sagt við konu og henni finnst það óþægilegt og segir að þá þetta er grín, hvað kanntu ekki að taka grín í mér? Þetta er svo feministarnir algjörlega húmorslaus. Kynferðislegar athugasemdir ýmiss konar, þrýstingur kynferðislegt samneyti, þetta er allt þetta sem við gerum bara og segjum í orðum. Svo er náttúrulega þetta líkamlega. Hvaða kona hérna inni hefur ekki verið klipin í rassinn, lyft upp hend? Takk. Við þekkjum þetta allar, við ólumst upp með þessu, við fæddumst inn í þetta. Þetta er menningin sem við fæðumst inn í og endur myndum og mótum á hverjum einasta degi ef við tökum okkur ekki valdið og bara hættum að beygja okkur undir það. Tákræn dæmi eru til dæmis kynferðislegar skírskotanir og það sem ég var að tala áðan í boði flugleiða, skiljiði. Nú kynferðislegt ofbeldi, ef við höldum hérna aðeins áfram, er náttúrulega öllu grófari og alvarlegri mynd af þessum sama meiði þó. Og það er hvers kyns hegðun sem leiðir til eða gæti leitt til líkamlegs eða sálræns skaða eða þjáninga þess sem fyrir henni verður. Og þetta kom nú svo sem talaði á undan mér inn á og ég ætla ekki að fara nánar út í það. Við vitum öll hvað ég er að tala. Kynferðislegt ofbeldi, kynferðislegt áreitni hefur náttúrulega grassérað innan kirkjunnar eins og allra annarra stofnana í þessu samfélagi sem við búum í, fólk, og lifum í, fólkið. Lengst af og allt fram á okkar daga hefur vitneskjan verið þögguð og í þögguninni nærist og grasserar þessi ófögnuður og þetta ofbeldi sem aðallega konur og börn eru beitt. Það er nefnilega þannig að það eru ekki nær eingöngu, það eru aðallega konur og börn sem að verða fyrir
þessu ofbeldi. Og hér er ég bæði að tala um áreitni og kynferðislegt ofbeldi. Og lang flestir gerendur í þessum málum eru karlar. Það er bara staðreynd. Þetta er bara tölfræðileg staðreynd. Þar með er ekki sagt að allir karlar séu gerendur. Þið vitið. Og þetta er náttúrulega og á að vera augljóst, en þessu ruglar fólk svolítið saman. Og það er ekki gott. Af því eins og ég sagði áðan að þá þurfum við konur sem að ætlum og viljum og munum ná að knýja fram þær breytingar sem að þörf er á. Við þurfum á körlum að halda. Við þurfum á jafnréttissinnuðum, upplýstum, meðvituðum körlum að halda. Fram á okkar daga fylgdi mikil skömm, niðurlæging og útskúfun að opinbera mál sem að lutu að kynbundnu áreiti og ofbeldi, líka innan kirkjunnar. Maður sem gegndi æðsta embætti kirkjunnar verður fyrir því, er ásakaður að hafa gerst sekur slík athæfi, og þær konur sem fylgt fóru fram og ásökuðu hann, þær voru dæmdar. Þær voru útskúfaðar og þær fóru meira að segja einhverjar hverjar úr landi. Þetta voru ekkert óeðlileg viðbrögð, þetta voru bara eðlileg viðbrögð. Þótti manni. Í þá tíð er það ekki. Í dag eru ennþá starfandi prestar innan þessara stofnunar, og mér skilst að á síðustu 10 árum hafi átt sér staðið að komið upp á yfirborðið 27 mál, gott fólk. 27 mál. Þar sem að þolendur eru konur og börn sem eru að þessum toga, og mér skilst líka að það sé mikil skömm sem fylgir því að stíga fram með þessi mál ennþá, og að þessum mönnum sem gegna þessum embættum sé ill haggað. Og þá komum við aftur að samstöðunni. Me Too, sem að byrjaði í Ameríku þegar Harvey Weinstein var sakaður af tugum kvenna og réttilega, og allt var vitlaust. Í kjölfari fer að stað þessi mikla hreyfing Me Too í netheimum, í bara eitt af mörgum skiptum, þá fagnaði ég netinu, krakkar, ég var svo fordómafull og ég ætlaði sko aldrei, þið vitið, aldrei á Facebook og aldrei, mér fannst þetta glatað, ég las 1984, skiljiði, árið 1984, ég ætlaði sko ekki, en í netheimum er nefnilega ýmislegt hægt, og það er meðal annars þetta að mynda samstöðu. Og í krafti þessarar samstöðu og þessarar byltingar sem að gerðist hægt, fyrst en hratt svo er ýmislegt hægt. Það flykktust hér á Íslandi fram hóparnir. Það voru konur í sviðslistum, konur í vísindum, konur í pólitík, konur allstaðar í öllum stéttum, og konur, prestvíðar konur, stigu fram í byrjun þessa árs, í janúar 2018, er það ekki rétt hjá mér. Konur sem að verða fyrir kynferðislegri áreitni eða ofbeldi af einhverju tagi, þær hafa tvennt að velja. Að beygja sig undir ögunarvaldið eða gera það ekki. Og þessar konur sem að flykktust fram þarna, þær ákváðu að gera það ekki. Og svo viðhorfsbreyting sem mér finnst ég sjá að sé að fæðast, en hún er ekki komin, er svo að í staðinn fyrir að vera útskúfaðar, niðurlægðar og jafnvel flæmdar úr landi, að þá er það einmitt bara einn og einn kallföskur sem að rembist eins og rjúpan við staurinn, og það eru undantekningarnar, frekar heldur en reglan að karlar spyrni á við á þennan hátt. Og ég vona að þetta sé ekki bara einhver bjartsýni sem ég fæddist með. Hún er allavega búin að koma mér langt. Ég ætla ekki að láta af henni. Þetta er tækifæri sem við hugum. Samstaðan, gott fólk, upplýsingin, þekkingin, samstaðan, og þá er ég ekki bara að tala að konur standi saman og komi með sín mál og komi þeim á framfæri, heldur að karlarnir
sem hér sitja og út allt þjóðfélag standi við bakið á þessum konum. Það sem þarf að gerast er nefnilega það að karlar sem eru í hópi gerenda þurfa náttúrulega að hætta allir þessu augljósa sem vorum að tala áðan. Þeir þurfa að hætta að klípa í rassinn á konum. Er það flókið? Er það ekki bara svona eins og að setja salt í grautinn sinn svolítið? Það er einfalt. Við erum búnar að stiga fram. Konur eru búnar að stiga fram. Þær eru búnar að krefjast þess sem að við ætlum að ná fram. Boltinn er hjá ykkur strákar. Hvað ætlið þið að gera? Fyrir utan að hætta þessu augljósa. Ætlið þið að standa með þeim eða ætlið þið að þráast á móti? Ætlið þið að vera eins og kallinn sem að bara neitar að gangast við og taka ábyrgð á sjálfum sér og víkja, af því að það eru gerendur sem eiga að víkja, ekki þolendur sem eiga að víkja. Það er passé, það er liðin tíð. Þangað erum við þó komin, er það ekki? Þegar ég var að hugsa mig inn í þennan fyrirlestur, þetta erindi, þá var ég svona svolítið að nota netið og googla alls konar og og ég var að leita verklagsreglum. Því það er eitt að standa upp, það er eitt að segja frá, það er annað að standa við bakið á þeim sem segir frá, þið þurfi líka verklagsreglur. Hvernig er þetta með kirkjuna? Vantar allar verklagsreglur, vantar allar aðgerðabundnar áætlanir. Ég allavega fann þetta ekki, ef þetta er til þá er það vel falið og það er ekki gott. Og að lokum þá ætla ég að vísa aðeins í yfirskrift þessa menntadags, elska skalt þú. Ástin kærleikurinn er andstæða ofbeldis. Þar höfum við alvöru tvenndarpar, það er ekki kallar hér og konur þar. En ástin og ofbeldið verða alltaf tvenndarpar. Og hvernig ætla kirkjunar prestar og kirkjunar fólk, hvernig ætli þið að boða, veitu hvernig var þetta? Biðja, boða og þjóna okkur hinum af kærleika ef við komum ekki að kærleika fram við hvort annað. Ég bara spyr. Takk fyrir mig.